Örugglega bara komnir áfram í 16 úrslit eða hvað? Já, þetta var svona, við 2-0 svona kannski, þeir sköpuðu sig kannski lítið og en svona heilt yfir hefði ég viljað sjá okkur spila kannski aðeins betur leik. Hvað hefur viljað sjá betur? Við vorum full hægir í fyrri hálfleik og svona full mikið af snertingum á boltann, hver og einn maður og í staðinn fyrir að láta ganga fyrr og bara svona einfaldar hluti, bara svona hefði ég viljað sjá betur og en svo bara kláruðu við þetta fagmannlega í seinni hálfleik. Það var kannski óvanalegt hvað þeir gera lítið sóknarlega með að vera undir bara frá því það snemma leiks. Já, ég bjóst við þeim hærra á völlinni í seinni hálfleik og kannski fyrri hálfleikur svona, veist. Já, sérstaklega seinna, þá bjóst við þeim kannski í pressu og en svo þegar kannski vildu þeir ekki opna sig ómikið í stöðunni 1-0 og svona reyna kannski að veiða boltann á okkur eða eitthvað svoleiðis en já, eins og ég, þá bjóst ég aðeins við þeim hærra á völlin allavega í seinni hálfleik. Ánægilegt alltaf að klára svona samfærandi bara, eins og ég segi, nokkuð þægilega bara? Já, ég er bara mjög ánægður með að vera komin áfram og skora tvö góð mörk og en það er svona ýmislegt sem við getum bætt og tekið lært af þessum leik. Þeir eru farin að spila þetta nýja kerfi með vangbakur og síðan ert þú fallað vel niður þarna, hvernig finnst þér að spila í þessu kerfi? Þetta er fínt og já, ég kann vel við mig í bæði þessu og svo náttúrulega svo kann maður hitt kerfi alveg líka og en við höfum örugglega eftir að vel að koma ykkur ný útfærsla líka, það er spurning. Næsti leikur gegn Víkingum í Víkinni, völlin á Víkingunum lítur nú ekkert alltaf vel út, eru þið farnir að undirbúa ykkur eitthvað sérstaklega fyrir það? Við vorum bara, nei, ekkert sérstaklega, við vorum með allan fókus á þennan leik og núna þurfum við að undirbúa okkur undir þann leik og það verður kannski ekkert einhver tiki-taka fótbolti á allan með að svona myndir sem maður er að sjá á vellinu og maður lítur ekkert alltaf vel út en hún tekur hann bara vissir í vikunni og verður glæsilegur. Takk.